Við erum hérna stödd í riðillinni á Hellu og barnaflokkurinn er að byrja og stóri bróðir er hérna. Hvernig er stemningin? Hún er bara rosa góð. Og með hvorri systurinn heldurðu? Ég held bara jafn mikið með báðum. Verð ekki að horfa svona alltaf á mig ef þú meinar ekki neitt með því. Er lagleg mig lítur á, ég líti get ekki upp og roðna alveg niður í tá. Og ef ég verði til skotin, ég aldrei fór að segja nokkurt orð en leynd á. Ég ætla að segja þér að þú viljir reyna að kenna mér, því ert að horfa svona alltaf á mig ef þú meinar ekki neitt með því. Svona alltaf á mig ef þú meinar ekki neitt með því. Hún er lagleg mig lítur á, ég líti get ekki upp og roðna alveg niður í tá. Og ef ég verði til skotin, ég aldrei fór að segja nokkurt orð en leynd á. Ég ætla að segja þér að þú viljir reyna að kenna mér, því ert að horfa svona alltaf á mig ef þú meinar ekki neitt með því. Ef þú meinar ekki neitt með því. Hvernig líður ykkur? Ótrúleg tilfinning. Gæsverðing og bara alveg frábært. Og Anna Björg, þú átt tvær. Og og hvernig, ég meina, það hlýtur að vera fiðringur í maganum, en ekki? Jú, ég er svo þurr í muninum, Melka. Ég eiginlega get alltaf að tala. En mér langar líka að segja það að Arnarberg er búin að kenna honum Aglimá í vetur, þannig að Arnar á 3 efstu sætin. Það er bara engin smá árangur á mínu manni. Ég er stolt af honum, rosalega stolt af honum. Ég nefnilega var búin að heyra það, Addi. Þú varst fyrir norðan á Hólum og kendir þessum krökkum. Þannig að, og þú ert nú ekki gamall sjálfur. Hvað ert þú gamall aftur? Ég er 22 ára, ef ég minni rétt. Og hvernig tilfinning er þetta að vera bæði bróðir og þjálfari? Bara frábær. Þetta er bara alveg frábær árangur í krökkunum og bara ekkert smá stoltur af þeim. Svakalega. Hvað er það sem sker þær úr? Ég meina, þetta er ekki bara góð þjálfun, er það? Hafa þær ekki eitthvað til brunns að bera sem aðrir hafa ekki? Þetta er náttúrulega bara alveg gríðarlegu metnaður og bara dugnaður hjá þeim öllum þremur og náttúrulega líka það að vera með frábæra hesta. Ykkur ráð til þeirra krakka og foreldra fyrir næsta landsmót? Hvernig þarf að standa svona til að ná árangri? Bara undirbúningurinn byrjar bara í næstu viku. Það er bara undirbúningur, metnaður og bara stefna alla leið. Þú ferð ekki þangað nema að stefna þangað. Innlega til hamingju, Addi. Takk. Glódís, til hamingju. Takk. Hvernig leið þér þarna inni? Mér leið bara mjög vel. Þetta var smá stress svona en þetta var bara mjög skemmtilegt. Segðu mig, hvað hugsaðirðu þegar að Védís var jöfn þér þarna eftir tölti? Ég hugsaði að það yrði bara mjög fínt. Þetta getur bara ekki verið betra, þetta verið bara svona jafnt. En hún í 3. sæti og þú í 1. sæti og strákurinn sem að Arna Björki þjálfaði í 2. sæti. Ég meina, gat þetta farið eitthvað betur? Nei, Arnar er alveg topp þjálfari. Alveg besti þjálfarinn. Það er besti þjálfar heimi. Já, allan fyrir mér. En nú máttu ekki keppa aftur í bandaflokki. Þú getur ekki unnið aftur, það er bara 3 svar. Sorry. Já, sorry bara. Og hvað gerir því? Er það bara unglingaflokkur þá
og aftur kampan eða að finna nýjan hest? Sko, það er eiginlega ekki alveg ákveðið. Náttúrulega, þetta er fullt að gæðingum heim í hesthúsi, en kampan er náttúrulega eiginlega bestur fyrir mér. Jú.